Já, Guðmundur heiti ég. Starfa hjá Jónsson & Kopper, erum umboðsaðilar fyrir Philips á Íslandi og ég ætla aðeins að fá að sýna og kynna fyrir ykkur hérna það sem verið að gera varðandi stýringu á ljósum í gatnakerfum. Í dag þetta nú eitthvað stýrt hérna, Hilmar kannski mörgulega geta frætt okkur eitthvað það meira. Þeir allavega mónitora, veit ég, logtíma og annað. En það til margar aðrar lausnir. Hver stefnum við? Jú, við flytjum í borgir eins og að tala í morgun og 50% fólki býr í borgum í dag og árið 2050 talið að 75% íbúa munu búa í borgum. Og þetta bara einhver staðreynd sem virðist vera að gerast í heiminum, ekki bara á Íslandi, þetta alls staðar að gerast. Og okkur hjá Philips annt umhverfi og heilsu, þar af leiðandi reynum að fara í orkusparandi lausnir. Það sé rosa gaman að tala það eftir þetta sem reynir þetta áðan. En á heimsvísu getum við sparað mikla orku í raforku í lýsingu. Ef við förum að nota okkur orkusparandi lausnir, við getum notað betri stjórnkerfi til að stýra lýsingunni sem gefur okkur fullt af tækifærum í lausnum. Það hægt að dimma niður og alls konar. Hvernig viljum við hafa borginnar? Þegar við erum búin að tala svolítið hérna hvíta litinn, gula litinn hérna í morgun. Við viljum ju öll finna til öryggis í borginni, þegar við erum þar sem við erum. En lýsingarlausnir þurfa jafnframt að vera nytsamlegar og fallegar. Það algjört lykilatriði í þessu. Það ekki bara lúkið eða bara nýtnin. Þetta þarf að sameina þetta tvennt svolítið í þessu. Við höfum alltaf áhuga á lausnum sem draga úr orku og draga úr koltvísýringslosun. Það ju eitthvað sem við eigum öll að hugsa en kannski allt of lítil hugsun hér á landi. Við erum ekkert endilega velta okkur mikið upp úr því, svona. Þetta svona frekar mikið vesen allt eitthvað, svona umhverfisvænt. Þannig að við erum ekkert að velta okkur mikið upp úr því. En með hugbúnaði hægt að fylgjast með og stjórna lýsingu í gatnakerfum mun betur. Það hægt að sameina þar þjónustu, viðhald, allt sem fylgir þessu. Frá Philips eru til 3 gerðir af stjórnkerfum. Það þessi Dynadimmer, þetta smá tæknilegt svona fyrst, svo lagast það. Það fyrst Dynadimmer sem fylgir með öllu lömpum. En það sjálfvirk dimming. Hún meðal annars notuð hérna þessari fræðugötu sem aðeins búið að ræða morgun í Borgartúninu. En þar dimmast ljósið niður á nóttinni automatist. Í 50%. Það líka hægt að fá hana sem þrepaskipta, þannig að hún dimmast niður eitthvað ákveðið klukkan þetta og svo aftur upp á ákveðnum tímum. Þannig að það hafa 5 þrep. Og með þessu getum við náð 30% orkusparnaði. Notabene það frá LED orkusparnaðnum. Ég ekki að tala 30% orkusparnað frá kvikasilfurperunni eða frá sódíumperunni. StarSense, þetta þráðlaust eftirlitskerfi sem keyrir á RF-merki á milli ljósahausa og kemur lítið loftnet á þá. Og þetta stýrilegt gegnum netið með sitt í touch stjórnkerfinu. En með þessu þetta ná alltaf 50% orkusparnaði. Svo til eitthvað sem heitir Lumimotion. Þá ertu komin aftur í það, þú ert með hreyfiskynjara á hverjum staur fyrir sig og þá keyrast upp ljósin á næstu 3 til 5 staurum eftir því hvernig þú vilt stilla það. Þá fylgir ljósið úr bílnum eða gönguðinni. Þannig að sjáum við smá skjámynda hvernig hægt að dimma niður ljósin, til dæmis í miðbænum. Það hægt að fara niður í 70% klukkan 8 kvöld og fara niður í 20% milli 2 og 6 á nóttunni, þegar sem fæstir á ferli. Þetta allt mjög einfalt, þetta yfirsýnið bara í gegnum vefinn, þannig að það tiltölulega auðvelt að stjórna þessu. Þetta bara vefviðmót Windows viðmót sem flest allir þekkja og geta unnið með. Svo þetta nokkur aðalatriði, það hægt að fá skýrslur með öllum upplýsingum úr kerfinu hverja götu, hvern lampa, hverja grúppu, hvernig sem við gerum þetta.
Það er auðvelt að búa til viðhaldsplön í þessu. Það er auðvelt að skipuleggja hvernig við ætlum að byggja upp nýjar fjárfestingar í þessu. Og mikilvægast í þessu það náttúrulega að það er líka hægt að tengja þetta við aðra lampa heldur en bara Philips, sem er rosa gott. Hérna sjáum við skjámynd úr stjórnkerfinu. Þetta er skjámynd af Washington. Þeir eru að nota þetta kerfi og þið sjáu þarna einn er svona pínu dekkri heldur en hinur. Þá eru upplýsingarnar hérna hægra megin á skjánum þann lampa og það er hægt að setja inn allt í þetta kerfi. Sem sagt, hæð á staur, hvaða lampagerð er, hvaða pera er, hvað hann er búinn að lifa, er þetta LED-staur, er þetta venjulegur staur og allt svo framvegis. Og þetta er að gefast mjög vel og það er hægt að ná fram gríðarlegum orkusparnaði og rekstrarhagræðingu með þessu. Þá förum við aðeins yfir í annað. Philips er að nota eitthvað sem heitir Legend. Þeir tala alltaf með lampan sem eina heild, það er ekki bara díóðurnar, það er líka talað allan búnaðinn sem þarf til að ræsa díóðuna. Þú gerir ekkert með bara díóðunni einni saman. En hægt er að ná alltaf 80% orkusparnaði með því. Líftími af 100.000 stundum og þetta er eitthvað sem ég gef upp, þegar ég sjá þetta fyrir neðan í sveganum, L80 F10. Það er alveg munað þetta svolítið því að þeir lofa að lágmarki 80% ljósmagni út úr lampanum eftir 100 tímana og það verður innan við 10% af díóðunum bilaðar. Ég hef séð þetta frá framleiðendum alltaf niður í L50 F50. Sem þýðir það að 50% af díóðunum í lampanum eru bilaðar og restin lýsir 50% af ljósmagni. Þetta má sjá frá nokkrum framleiðendum svona, ég ætla ekki að nefna neina. Þjónusta, það þarf minna þjónusta LED heldur en annað, þar sem að við þurfum ekki að vera að fara á skiptum perur, við þurfum ekki að eiga við hann að neinu neyti þegar það er komin svona einhver pínur reynsla á þetta hérna heima. Philips hefur alla lamparna sína eins og heitir Future Proof, sem þýðir það að þú getur tekið úr þeim eininguna sem að díóðan er í og stjórneiningin. Ef eftir 10 ár hafa verið orðin svo mikil þróun í þessu að við getum notað 50% af þeirra orku eða 30% af því sem við erum að gera í dag, þá getur borgað sér bara að skipta innvolsíunum og setja nýtt í. Þetta eru bara nokkrar LED-dræverarnir, Lumistep, Dynadimmer. Það er hægt að fá þetta stýrilegt á 1-10 voltum, DALI, CLO, það þýðir Constant Light Output, sem þýðir það sama ljósmagn út úr lampanum allan tíman. Þeir sem sagt byrja á því að dimma hann aðeins niður og keyra hann svo upp þegar að líða tekur áfram. Og mainstimming, það er ekkert notað á Íslandi, við erum ekkert að dimma hérna stofninn, það var lítið það. Við erum komin upp í R-gildi 84 með við 3000 Kelvin og það sjálfsögðu hægt að fá þetta 4000 Kelvin líka eins og lampandi sé með út í ráðhúsi. Aftur er tekið fram hana L80 F10, þetta er mjög mikilvægt að muna þetta þegar þeir eru keyptir LED-lampar. Maintenance faktor, eins og að kalla, ég fann nú ekkert svona sérstaklega fallegt íslenskt orðið fyrir þetta, þannig að ég ákvað nú bara að leyfa því að halda sér. Þar getum við séð að þeir ná 0,91. Ef það er 1 í einhverju lampa, þá þýðir það að þeir ætla að fara og þrífa hann að minnstakosti einu sinni í viku. Því að það kemur alltaf skítur á lampa, sama hvernig staddur, sérstaklega göttulýsing. Ég er ekki viss orkuveitan enn að fara að þrífa lampan alltaf á mánudögum, en maður veit aldrei. Framleiddar 2 línur, Green Line og Economy Line. Önnur er með bestu ljósnýttina, lumen per watt, en hin er með mesta ljósmagnið. Þannig að það er ekkert endilega betri nýtni í honum. Og þessi Green Line er 100.000 tíma en Economy Line er 70.000 tíma. Hérna sjáum við götu í Kaupmannahöfn, þar sem er notað hvítljós og þannig þar sem hefur svona pínu verið talað í dag, eitthvað allavega. Sjáðu þarna litlu myndina frá ofan, það sést ekki svona frá Philips því að þeir láta díóðnar alltaf overlappa hvor aðra. Það kom aldrei til með að fara allar í eina átt, þannig að við lendum ekki í þessu.
flestar gerðir til á lömpum. Hann talaði áðan af hverju væri ekki farið að framleiða eitthvað nýtt. Það af því markaðurinn kallar eftir þessu gamla, það svolítið merkilegt. Förum í það líka hérna. Linsur, LED-lampi ekkert ef það ekki linsur framan á honum. Og við framleiðum linsur fyrir allar gerðir og týpur af vegum. Það svolítið merkilegt að Danir eru einu sem hafa sett fram kröfu blauta vegi. Það greinilega rignir bara þar, en það virðist ekki gera það annars staðar í heiminum. Allavega virðist vera einu sem hafa sett þessa kröfu blaut linsu, gagnvart glýju og endurkasti frá götu. Það koma smá útskýringar á linsunum, það sem að þeir hengja upp á miðri götu. Þetta nú ekki gert hérna heima. Það kom inn linsa sem fyrir opin svæði og hringtorg sérstök. Komfort, þá þetta nota bara þessum venjulegu götum. Þessi meðal annars notuð í Borgartúni og þessi blautlinsa líka. Linsa fyrir gangbrautir, ég ætla aðeins að benda þetta er svolítið sérstakt að sjá þetta. Sjá að lýsingin á gangbrautinni, hún ekki út allt. Ef þið skoðið hérna við gangbrautir í Reykjavík, þá er mjög oft sem þið sjá lampan að snúa öfugt við gangbrautirnar. Með það sem þið ættu að eiga að vera. Þannig að það er búið að leysa þetta svolítið. Í Kaupmannahöfn staðsett workshop. Philips bara með verksmiðju í Hollandi og einhverjum löndum sem eru sérstaklega tekin fram og það má ekki vera verksmiðja í Danmörku, þannig að þá heitir það workshop. Þeim fannst það einfaldara. Og þeir að vinna, það mikil samvinna við arkitektum, hönnuðum og þeir hafa nýtt sér svolítið danska hönnuði í þetta. Og það lampar sem byrja mjög oft í framleiðslu þarna en enda svo vera teknir yfir til Hollands og eru framleiddir í massavís. Þarna bara svona lítil verksmiðja, svona eins og raflampar á Akureyri, bara svona lítil sjoppa sem nú var gaman að vera að koma til. Þeir hafa sem sagt farið í eins og segir samstarf með fullt af hönnuðum og þetta er svona sýnishorn af því sem þeir hafa gert. Hérna sjáu þið, þetta Parken í Kaupmannahöfn. Þannig að nota ljós sem með uppljósi. Það kom nefnilega svolítið nýtt fram þegar að þessar díóður fóru allar að koma á markað að menn sá ekki lampan. Það var allt í einu farin að þegar þú varst að keyra, þá voru menn farin að kvarta undan því að þið sæi ekki göturnar. Af því að þú horfir svo oft í lampan til að sjá hvernig gatan liggur. Þannig að þá fóru þeir út í þessa lausn að lýsa upp efri hlutan á lampanum, þannig að menn svona geti átta sig aðeins á þessu. Þetta hérna líka Söndermarken garður í Kaupmannahöfn. Þessi lampi hérna, þetta svolítið skemmtilegt, það mikið af fólki sem hleypur hérna á kvöldin. Þeir fóru aðeins lengra með þetta, þeir sjá það reyndar ekki í hliðina á þessum staur hérna. LED strippa með RGB-litum. Þegar þú kemur inn í garðinn, þá kassi sem þú velur hvaða hraða þú vilt hlaupa á. Viltu hlaupa á pace 5, pace 6 eða pace 4. Velur það og kemur litur í hliðina á staurnum og þú þarft að halda tempóinu með litnum. Þannig að hann hjálpa þér að halda rétt sama hraða allan garðinn. Þeir fóru aðeins lengra hérna í nördinu með þetta heldur en svona einhver gerist. Og hérna sama með lampana þarna, þeir eru allir með hreyfiskynjara. Þannig að þeir dimmast niður í 20% þegar enginn og þegar þú hleypur þá dimmast lampin upp með þér. Fólki hefur fundist þetta mjög gott því að þú sér hvort einhver annar að koma á móti þér í garðinum. Að þú sér ljósi koma líka hinum megin frá upp. Þannig að þú áttar þig á hvort þú sért einn eða hvort þú sért að fara að mæta einhverjum. Svona upp á vilja snúa við það hvernig það er. Hérna Mælvætt, þetta hérna gatan sem þið fara með vindmyllurnar, Siemens og félagar, geymaðar hérna bak við trén, þeir eru geymdar þar, allir varalutir í það. Eins og ég sýni ykkur allt með hvítu ljósi, það er svolítið gaman að því. Þetta gangbrautin, eins og ég sýndi ykkur áðan, og hérna snýr lampinn bara eins og allir aðrir lampar á götunni. Þetta hérna eitthvað sem að þeir leggja svolítið upp úr að sé hægt að sé allt eins.
Þetta er gert í nóvember í fyrra, þá voru komin 150.000 LED-ljós í Skandinavíu, en í síðustu viku var workshop í Danmörku og eru komin yfir 200.000 LED-lampa. Þannig að Skandinavar eru greinilega að fara eitthvað í þessa átt allavega og menn séu nú eitthvað að skipta skoðanir það. Philips pröfar alla lampana sína. Þeir eru búin að gangi gegnum alla erfiðleika eins og allir aðrir og hafa fengið fullt af lömpum í hausinn og alls konar. Af því að aðstæður utandyra eru kannski ekki alltaf það sömu og eru inn í einhverju rannsóknarstofu þar sem allt á að vera prófað. Og kröfurnar eru, ef ég man rétt, 5 kilovolt sem á að pröfa þetta við, svona eldingavara dót. Þeir eru búin að fara með þetta í 250 kilovolt og þetta virkar eftir það. Þannig að þeir tóku þetta nú eru alla leið til að reyna að ná þessu svona eins og hægt er. Iridium 3, þetta er nýjasti götuljósalampi sem er að koma á markað. Hann er reyndar búinn að vera til í svolítinn tíma þessi lampi, þetta er bara ný hönnun á honum aðeins. Hann kemur með loftneti hérna núna eins og þið sjáið. Það fylgir með honum hann aðgengi að CityTouch. Einföld uppsetning, þú getur sett upp staurafestinguna fyrst og svo smellur lampanum á staurafestinguna. Þannig að það þurfi ekki að vera alltaf 2 menn í körfubílnum til að setja upp 1 lampa. Þú getur fengið hennar lampa með SIM-korti. Kostar 2.000 skall auka, þú farið með SIM-korti. Ef þú ert ekki ákveðin í að nota CityTouch eða þetta eins og það stendur í dag, getur ekki tekið ákvörðun. Svo viltu virkja það eftir 3 ár. Þá getur þú látið kerfið hringja í lampan og þá aktivera lampan. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera. 125 lúmen per watt með ljósmagn upp að 16.000 lúmenum. Við erum nú ekki að fara að nota það hérna er svona norðarlega í Evrópu þetta ljósmagn. Það eru þessir suður Evrópubúar, þeim finnst þetta mjög skemmtilegt að hafa svona mikið ljósmagn. Þannig að þeir eru spenntir fyrir því. Hérna er lampi sem að því að hann var að tala áðan, af hverju var ekki farið í að framleiða nýtt. Þetta er 40 ára gamall lampi sem að Philips var hætt að framleiða. Fengu svo pöntun upp á 1500 stykki, þá sem vildi eitthvað sveitarfélag í Danmörku fá 1500 stykki LED. Þá var hann alltaf bara hafist handa og byrjaði að smíða hann upp á nýtt. Hann er alveg eins í útliti eins og gamli lampinn, til bæði með þessum ristum og með hringnum eins og við sjáum hérna. Og það sem að sveitarfélögin í Danmörku hafa verið að gera, þeir hafa verið að skipta út einum haus í einu eða 2 eða 3. Þá þurfa þeir ekki að skipta þá er kostnaðurinn minni. Þá þarf ekki að kaupa alltaf og skipta allt í einu, eins og við höfum séð. Þetta er klassísk hönnun, þekktur á Norðurlöndum, þetta er allstaðar notað held ég, meira og minna. Notaði til að hægt að sinna, svo getum við séð hérna. Þetta er svona svolítið gegnumgangandi í þessu öllu. Þetta er wattatalan, en þeim megi ekki gleyma því þessi 50 watt sem eru þarna. Þetta er bara peran, þá ættir að reikna inn í ballastina líka sem er svona 10% til 15% eftir hvað lampinn er gamall og hvernig hann er. Metronomist, þetta er eitt svona lampi líka frá þeim. Þennan er hægt að fá filmu í, þannig að hann verður eins og GoPro-effekt á jörðinni. Þannig að ef þið viljið fá munstur í jörðina, þá þarf ekki að nota GoPro lengur, þið getið notað svona lampa og sett hann neðan á. Hægt að fá hann í 3 stærðum, risastór, minni og svona óskubræðverslegur sem hefur reyndar ekki selst mikið af því að hann bara er ekki að fungera í þjóðina eða heiminn. Díóðnar eru uppi í lampanum og það er plexi, ópallita neðan á hann, þannig að það er ekki mikið glýja af svona lampa. Þannig að ekki að stoppa hér. Annar 40 ára gamall lampi, Copenhagen-lampinn, þessi hangir yfir mest allri Kaupmannahöfn. Þeir unnu hönnunarsamkeppni með þessum lampa fyrir 40 árum síðan. Þeir sá ekki ástæðu til að hætta að framleiða hann þó að sé komið ný tækni. Þessi er að hluta til hérna í Borgartúninu líka og hann er notaður bara, ennþá víða í Danmörku. Svona tímalaus hönnun einhvern veginn, þannig að hann er með upplýsingu í dag, þannig að hann lýsist upp kúpurnar á honum, hjúpurinn,
og það kom þetta lampi sem var til þess að menn fóru að vilja fá lýsingu því þessi var settur á hraðbraut í Danmörku og fólk kvartaði yfir það sæi ekki hvernig hraðbrautin lá. Þetta á Lyngby mótorvegi farið út. Luma LED, þetta lampi sem kemur úr í spænsku fyrirtæki sem Philips keypti. Hann framleiddur bara fyrir hvert location. Hann til í 4 stærðum frá 850 lúmenum upp í 50.000 lúmen. Þannig að það skoti miklu möguleikar í að nota hann. Arena Vision. Þetta ekki í staðinn fyrir málmhologenkastarana sem á völlunum í dag. En þetta kannski hefði getað bjargað mörgu eða munið eftir Super Bowl fyrir ári síðan. Þegar lendi að það sló út hjá þeim. Það voru 100.000 manns á vellinum og það var myrkur. Kananum fannst það ekkert rosalega skemmtilegt og þetta var svolítið mikið mál fyrir það úti. Það hefði kannski verið hægt að bjarga einhverju ef þetta hefði verið notað sem til dæmis lýsing til að lýsa upp stúkur eða annað. Það hefði ekki verið 30 mínútna stopp á öllu. Það smá galli við hann lampa, hann pínu dýr en hann kemur til með að lækka svo sem eins og allt annað. En það hægt að nota þetta sem svona access lýsingu til að svona auka lýsingu, ekki endilega til að nota hann í hinu. 87.000 lúmen. Málmhologenkastararnir sem á völlunum 220.000 lúmen. Þannig að ef einhver segir að hann sé með LED-lampa sem getur lýst upp íþróttavöll, þá skulle þið fá að sjá lúmenmagnið sem kemur út úr ljósinu. Þessi flöktfrýr eins og heitir, flickerfree. Það út af sjónvarpsupptökur í dag, þetta allt orðið HD. Þannig að við getum ekkert allt smá flökt í ljósi, það sést. Þannig að það svona pínu vandamál. Clearway, þetta lítill nettur lampi frá Philips sem að koma í staðinn fyrir kvikasilfurslampana. Tiltölulega ódýr, samt með þessu LED-gen díóðum í. Nei, þannig gleymdi ég enskunni maður. Ja. Fallegu lampi sem hægt að nota í staðinn. Kemur með kaplunum í og allt, þannig að það bara að setja hann upp og tengja hann. Og hérna sama, þannig að getum við farið úr 50 vöttum í 19 vött. Og ég veit að við erum með ódýrt rafmagn á Íslandi en það samt allt til að spara það. Við getum selt það eitthvað annað. Þannig að það fullt hægt að gera. Ég ætla bara að hafa þetta stutt í dag, þannig að óskum stutt og gott. Takk fyrir þetta. Og ég hveti ykkur til að spyrja spurninga. Nú erum við búin að fá að vita allt LED-ljósið frá Philips. Það vitið eitthvað aðeins þetta var. Einhverjar spurningar? Halldór, koma svo. Gerðu svo vel. Ertu nokkuð með athyglisíki Hann formaður félagsins. Já, ég veit það. Hann ber skylda að halda þessum umræðum. Þetta náttúrulega þessi nýju ljósgjafi en styrkleikinn þá náttúrulega hugsaða líka þessi stafræni eiginleiki. Já, það einn af stærri styrkleikunum í LED-inu. Það þessi stýring á þessu. Það hægt að kontróla þetta mikið betur heldur en var hægt með eldri gerðar lömpum. Við þurfum ekki, eins og þau töluðum í morgun strákarnir, það þarf ekki alltaf að vera ljós allstaðar. Við getum alveg dimmað fullt af iðnaðarhverfum og alls konar hverfum niður á nóttunni. Við þurfum ekki að hafa fullt og þeir sem að þekkja til eins og með LED þegar þú dimmar það 50% þá það ekki eins og að dimma glópera 50%. Þetta tvennt ólíkt. Og það Hvernig þá, Guði? Segðu það. Það sérst ljósmagnið eins og þegar þú dimma glópera þá náttúrulega roðnar peran og það kemur svona annar ljóslitur. Þegar þú dimma LED þá náttúrulega dimmast það bara niður, heldur sama lit. Ljósmagnið fer niður 50% en á móti kemur þú út með sama litin og þú út með sama uniformity á allri göttunni. Þannig að þú ert ekki að breyta neinu þannig. Og það sem að eins og
niður í Borgartúni, það er búin að vera staurar þar í 3 ár uppi frá turninum og niður á kínverska sendiráði. Þeir dimmast 50% á nóttunni. Ég held að hafi enginn tekið eftir því einu sinni sko, fyrsta lagi. Og í síðasta sumar þá fóru þeir aldrei úr 50% dimmingu því að sko, dimmingin 6 tímar og það var ekki kveikt á þeim í 6 tíma yfir sólarhringinn, þannig að þeir voru bara dimmaðir alltaf, þannig að þeir voru nota 50 vött í staðinn fyrir 250 og 70 vött sem voru hann í stað áður. Þannig að það munar nú aðeins um það þegar þú ert komin úr 250 vöttum fyrir utan ballest niður í 50 vötta lampa. Þannig að geta stýrt þessu náttúrulega kostur eins og fyrir borgina, þú getur séð hvort eitthvað bilar. Þú þarft ekki að vera með menn á ferðinni við að athuga hvort það sé kveikt á ljósastaurum sko. Það kemur bara viðvörun á skjáinn og það er hægt að senda menn ekki að gera við þetta. Og svo er þetta þannig kerfi að þú getur verið látið mennina sem að vinna úti slá inn hvað er gerður. Þannig að þetta er viðhaldskerfi líka. Þetta er ekki bara fyrir einhverja skrifstofu til að sjá hvort það sé kveikt á ljósastaurum sko. Þannig að þetta er meira heldur en það. Þetta er viðhaldskerfi líka. Þú getur haft strákarna sem eru úti á bílunum í að fylla út skýrslur hann inn til að sést bara sagan á þessu ljósi. Hvort það sé eitthvað bara hreinlega að staðnum sem það er á eða hvernig það er. Hvert er Philips svar við litarhita? Nú við talaðum um mismunandi litarhita, kaldan, ljóslit og annað. Já, sko, norðlægar slóðir vilja þennan hlýja lit svolítið. Það sem hefur verið að gerast í Danmörku þeir að nota 3000 Kelvin, sem warm white litin, inn í þessum húsahverfum. Svo er það að setja 4000 Kelvin á þessar stoppbrautir og þessar aðalgötur, þar sem kannski hraðin er pínu meiri. Þeir framleiða allt í 6500 líka, en það er eiginlega engu selt í Suður-Evrópu. Menn vilja ekki þennan 6500 Kelvin lit. Við veit að Hilmar talaði hérna áðan að þessi 3000 Kelvin var svo líkur gamla sódíumlampanum, en við erum bara að tala um 2 ólíka hluti því að þú ert í sódíumlampanum ertu með R-gildi upp á 20 sem að þýðir það að þú sérð ekki litina rétta í neinu, en þegar þú ert komin í R-gildi 84 þá ertu farin að sjá alla liti rétta. Þú sérð, ef þú mætir mannesku í gamlu sódíumlampunum þá sérðu bara móta fyrir andlitinu á honum, en ef þú mætir manni í þessu þá sérðu þetta farin að sjá andliti. Þannig að þú veist, þetta er ákveðið öryggi í þessu líka. Og fyrir utan það að allar myndavélar, öryggismyndavélar virka betur í þessu. Sérstaklega þó í 4 Kelvin því að þær eru einhvern veginn, þær eru að ná betur að taka þar. Já, eru það sem varst að sýna okkur núna, er eitthvað að því á vörusýningunni í Ráðhúsinu? Já, eiginlega allt. Er það ekki? Eiginlega allt. Ég var bara að spotta það. Ég mæli með því að þið kíkið á þetta allt saman. Er það ekki bara kaffi út í Ráðhúsinu? Viljið þið fara í kaffi eða viljið þið vita eitthvað meira? Nú er tækifæri. Já! Það er maður upp á efsta bekk, þú voru að koma niður. Annarkvort að koma niður að tala rosa hátt. Já, það er annarkvort. Gjörðu svo vel. Það er eiginlega í tvennulagi. Ég held ég að við lesið það einhvers staðar að það var eitthvað sveitafélag sem að sett upp ljóskerfi hjá sér, LED, og án stýringar keyrðu þau 80%. Og sjálfsagt með það í huga að lengja líftímann eitthvað þetta. Ég veit ekki hvort þú hefði heyrt þetta. Ekki svona allavega, þetta hringir ekki mörgum bjöllum allavega. Þannig að það er möguleiki í þessu. Þú getur keyrt þetta, þú náttúrulega lengir líftímann eitthvað með þessu. Þú getur keyrt þetta dimman pínlítið niður, en það er það sem þeir eru að gera með þessu constant light output eins og það heitir. Það er það að þeir eru raun og veru að dimma það niður í upphafi til þess að geta keyrt inn á það við restina upp og geta lofað sama ljósmagni allan tíman. Hitt var að hvort þú vissir eitthvað meira en þetta prógram þarna í Washington. Þannig að hvers konar hverfi þetta væri eða hvernig menn væri að stýra þessu? Þarna? Nei, ég svo sem get ekkert svar því. Ég veit að þetta er bara skjámynd þaðan. Það er verið að innleiða þetta í bæ í Danmörku núna í þessum, bara í síðasta mánuði. Þannig að það eru fleiri að taka þetta upp. Og þetta er þannig kerfi, þú þarft ekkert að kaupa aðgang fyrir alla borgina. Þú getur byrjað á 10 ljósum, einni götu, hvernig það er.
svo getur þú haldið áfram bara og bætt við það í framtíðinni. Þetta er ekki svona, og þú ert ekki að kaupa þér úr eitthvað software sem þú þarft að instála á tölvuna þína, þetta er bara hýst hjá þeim. Þeir sjá allar varnir á því að það sé enginn að hakka sig inn á þetta og hvernig það er, sko. Og ég get bara útvegar allar upplýsingar þetta, það er minnsta mál. Bara hvað viltu fá að vita þetta, þá fyrir bara að græja það. Já, þetta er mjög fróðlegt, allt sem hefur komið þetta fram. Það er nú gaman að fara í samstarfið eins og Jóhann og sjá hvað var hægt að gera hérna í Reykjavíkurborg. Já, það verður skemmtilegt. Þessi vetrarhátíð er náttúrulega stórkostleg og manni langar bara að sjá meira þegar maður er búinn að fylgjast með því sem er í boði og hvað hægt er að gera, skapandi. Með ljós, Hildigunnur, ert þú ekki til að koma í einhverja svona nefnd núna bara? Eigum við að fara að taka kaffi, hvað segið þið? Eru einhverja fleiri spurningar? Nei? Já? Já? Já. Já. Hvernig einhverjum takmörk, eða hver hraðinn sem að þessi hreyfiskynjar tekur? Einhverjum takmörkunum hátt, það að pikka upp 90 km hraða á bílum? Já. Og hvað komið einhverjum takmörkunum? Ekki ennþá. Nei, þeir eru ekki að taka það. Þeir ná ekki fuglum sem betur fyrr, en þeir ná manninum. Þetta er svona pínlítið stillt af miðað við götuna eða gangstíðin eða hvernig sem það er. Þetta er ekki bara svona, þetta tekur ekki bara allt nánast á umhverfið svo kemur laufblað og fyrir sig gang. Þetta er ekki alveg þannig. Þetta er svona pínu, þetta er í raun og veru eins og leddið er allt í dag. Þetta er stillt fyrir hverja aðstæði fyrir sig. Þetta er ekki, við erum ekki að fara að sjá að menn sé að fara að liggja með á lager hérna einhverja 20.000 LED-lampa, sko. Það verður ekki þannig, því að þú ert í raun og veru að fara eins og kom fram áðan, þetta er kannski pínlítið hanna fyrir hvert stað, þá kannski sé einhverju ákveðnir staðir sem eru alveg eins, þá verður það samt alltaf, þetta verður alltaf einhver smá munur. Og líka það sem þú kaupir í dag er kannski 21 watt, þú getur farið niður í 19 watt eftir ár. Og þá vilja menn bara ekki kaupa sama lumen output fyrir minni watt, þannig að það verður þannig í framtíðinni. Já. Hvernig, eins og fyrir þín skoðun á því að hafa, hvernig birta ætti að vera, því að var nú verið að tala sko muninn á LED og svo Gulubirtun eða gamlu hana brúnu ljótu og LED. Það er mjög auðvelt svar hjá mér, sko. Nó. Já. Nei, ég er á því að íbúðahverfum eigum að halda okkur svolítið hlýjan lit. Já. Ekki samt þennan brúna lit, þannig að því það er svo léleg litaendurgjöf á honum. Þar sem við sjáum litin ekki réttu ljósi. Græni bílar var í sama lit og rauði bílar, þannig að, þessi 3.000, 4.000 eins og við erum að tala þessi kúlvæll litur á þessum stoppbrautum, þar sem þú ert að keyra pínu hraðar, þú þarft að hafa pínu meira ljósmagn, þá er oft betra, augað nemur oft hvítari litin betur heldur en hinn. En svo getur það líka verið þegar það er sá litur tala ekki blauta götu, þá er svo mikið endurvarp af ljósinu að það er óþægilegt að keyra í slíku ljósi. Það er með þessar linsur sem að gera fyrir svona blautar aðstæður, þannig að til að minnka endurkastið á götu. En er þetta svo ekki líka bara spurningum að á hverjum stað þarf að skapa ákveðna stemmingu og það er kannski ekki endilega allt sem á við, eins og maður sá á Bergstaðastrætinu, hugsa maður bara þetta á engan veginn við. Nei, algjörlega, því að það á ekkert endilega, eins og maður að tala hérna áðan, það er kannski ekki rétt að festast í að kaupa bara ljós frá einhverjum einum aðila, þá séu það svo gaman kannski að selja bara alltaf sama ljósi, sko, og þægilegt, sko. En eru þið einu mennandi sem að selja ljós á þessum markaði hér? Nei, alls ekki. Nei, þetta ekki. Alls ekki, það væri óskandi. Ég veit ekki neitt, ég er bara að spyrja. Það væri mjög gott eða það væri fyrir, en það er ekki fyrir mig. En við að sjálfsögðu á að meta bara aðstæður eftir hverjum stað. Þú voru náttúrulega aðeins að átta því á aðstæðum hvernig þær eru og hverju sinni. Akkurat. Þetta er ekki bara smekkur, þetta er náttúrulega líka, það er að þjóna umhverfinu og íbúunum fyrst og fremst. Þetta þarf að vera fallegt og nótsamlegt, nýtanlegt. En mér varst mjög gaman eins og öllum þessum fyrirlestrum kemur eitthvað fram og sem vekur mann til vakningar einhvern veginn og til dæmis eins og var að tala í görðunum það sem að skapa lítið ljósrými, hvað er hægt að gera mikið skapandi, ég held að þetta sé mjög þarft fyrir okkur
að sjá hvað við getum gert Algjörlega. Það bara nauðsynlegt. skapandi í umhverfi okkar. Ég held þetta okkur myndi líða öllum vel og betur sem borgurum. Þessi vetrarhátíð einmitt mjög góða punktur í því að búa til sem sagt þessa stemmingu, sína mönnum bara eins og það að gera þetta við listasafni Einars Jónssonar. Já. Það að gera hérna brúnni bara hérna fyrir utan ráðhúsið. Já. Þú veist, það er að gera fullt af hlutum sem að þurfi ekkert endilega að kosta rosalega marga peninga. Nei, þetta getur verið eitthvað sem er lengur heldur en bara vetrarhátíð. Þetta er bara, sko, Algjörlega. eins og vetrarsúlan er, sko, er listaverk. Sko. Já, algjörlega. Já, en frábært. Þetta er eitthvað skemmtilegar umræður. Þakka að kella fyrir. Ef við ekki bara fara og taka kaffi.